Við háskólann ekki einungis leitað að lækningu við sjúkdómum sem maðurinn glímir við, heldur hugað að greiningu á meinsemdum samfélaga og ráðið í hvers vegna heilu kerfin hrynja. Hrunið náttúrulega gríðarlega flókin og margbrotin atburður og það engin ein ástæða fyrir honum að sjálfsögðu. En það má segja að nokkra sálrænar skýringar allavega passa eins og flís við rassa sem átti sér stað. Og ég til dæmis talað fyrirbæri sem heitir markmiðadrifin hugsun. Og það þessi hugmynd að þegar við höfum markmið að þá túlkum við allar upplýsingar og allt í okkar umhverfi til samræmis við markmið. Og þetta hefur bara sýnt sig fjöldi rannsókna að þetta gerum við hérna. Þegar við viljum komast að einhver ákveðinni niðurstöðu, þá tínum við til upplýsingar úr umhverfum til samræmis við hana. Og það sem gerðist til dæmis í aðdraganda hruninu að markmið allra, hvort sem það voru viðskiptajöfrar, stjórnmálamenn eða almennir Íslendingar, þeir vildu trúa því að Íslands efnahagslíf stæði traustum fótum og það væri ekkert að. Þannig að til dæmis það fór að berast neikvæðar greiningaskýrslur og fór að vera blikur á lofti efnahagslífið, þá var fólk ekki tilbúið til að túlka þær upplýsingar sem svo að það væri raunverulega eitthvað að, heldur túlka til dæmis þessar skýrslur sem komu yfirleitt erlendis frá, sem illa unnar eða unnar á öfund og þess að það las í efnahagslífi til samræmis við þeirra markmið. Þannig að við raunni sáum ekki þessi hættumerki, neituðum að sjá þau og það sem ég legg áherslu á með þessa markmiðadrifnu hugsun að þetta ómeðvitað. Við áttum okkur ekki á því að við séum drifin að þessu markmiði. Við áttum okkur ekki á því að þar með skekkist okkar þangagangur. Og þannig að ég hef bent á þetta í ljósi þess að eftir hrunið að tala að fólk hefði verið lævís, það hefði viljandi verið að stinga skýrslum undir stólinn og svo framvegis. Ég að benda á að við vorum kannski svolítið öll í sömu súpunni, við vorum öll með sama markmið og því var okkur eiginlega ekki sjálfrátt þegar kom að því að túlka ákveðnar upplýsingar.